Grundvallaratriðið til að skilja hvað FSU-prógrammi snerist að byrja að átta sig á því að þetta takmarkaðist alls ekki við körfubolta. Vissulega kann það að reynast svolítið furðulegt fyrir þann sem heyrir það vegna þess að við vorum bókstaflega að spila, æfa eða horfa eða stúdera körfubolta svona 6-8 klukkustundir á dag, en það var samt þannig að þetta átti bara að vera undirbúningur og skóli fyrir lífið og öll þau verkefni sem að tekst á við þar. Bottom lineið alltaf að vera að pönkast í sjálfum þér og það skiptir ekki máli hvort þú ert að kasta körfubolta í körfu eða sparka fótbolta í net. Pælingin sko að í körfunni þá þetta eru sömu hlutir en þú ert að díla við í lífinu. Það sem svo gott við körfuna að þú getur sett allt inn í svona kassa og bara skrúað upp pressuna sko. Og þá gerist þetta allt miklu hraðar. Og þetta rosa mælanlegt, það stigatafla og þú sér hvernig gengur. Og Brynjar veit það að krakkarnir sem eru hjá honum að það mjög lág prósent af þeim sem að fara að spila körfubolta í atvinnumennsku eða gera eitthvað að viti í því. Þá snýst þetta alltaf að búa til ábyrga og hæfa einstaklingar sem fara til samfélagið og með venjur sem nýtast þeim í hverju sem hvað sem það sem þau eru eftir að fara að gera. A lot of these things in basketball carry directly over to the working place. You know, whether you can take criticism as a player. Are you going to bounce from a team to a team to a team? Are you going to bounce from a job to a job to a job just because you're not tough enough to take a little bit of criticism to willingness to get better? You know, a boss isn't going to hire you if you're not going to do the job 100% right. You know, of course you're going to make mistakes and it's the boss's job to get on your ass a little bit and, you know, maybe cuss you out. Are you going to be like, well, I quit then? Or are you going to get better and work for it? Þetta hafði gríðarlega áhrif á mig utan vallar og hjálpaði mig mikið við að móta mér einhverja stefnu utan körfuboltavallarins. Og þetta var eiginlega þannig að eftir því sem ég spilaði fleiri ár því ennþá meira spenntari varð ég fyrir ferlinum eftir körfubolta. Og þegar ég orðinn 24 ára þá ég eiginlega orðinn jafn spenntur fyrir því að verða atvinnumaður í Evrópu og því sem ég langar að gera utan vallarins. Þannig að þegar meiðsli og svona annað byrjaði að koma og framtíðin leit kannski ekki alveg jafn björtum augum í körfuboltanum, þá var ekki mikill kvíði yfir því af því að ég var svo rosalega spenntur fyrir því sem að ég ætlaði að taka mig fyrir hendur eftir að ferlinum myndi ljúka. Það skiptir Brynjar miklu meira máli að þú hafi góðar venjur út í lífið heldur en þú sért góður í körfubolta. Maður fann það augljóslega að hans helsta markmið var að efla okkur sem einstaklinga. Þá var kannski fyrsta markmið hans að við varum sjálfir betur hæfi til að takast á við áskorunir og erfiðleika og okkur líði betur á öllu leyti. Og svona ultimate markmið væri kannski að við sjálfir getum gert það sama fyrir aðra og hvort sem að væri bara fyrir einstaklinga eða einhverju leyti betri heim eða hjálpa þeim sem virkilega erfitt. Maður fann það að þetta var svona helsta markmiðið og miklu stærra markmið en hversu góðu körfuboltaleikmenn við erum.